nefndu það hérna áðan að fundirnir í gær sem voru haldnir í Reykjavík og Akureyri og Ísafirði og Stykkishólmi og Egilsstöðum og kannski víðar, ég man ekki, hafi verið merkilegir. Það þurfti fólk fram og bæði til þess að sýna Palestínumönnum samstöðu en líka að gera kröfu á stjórnvöld að grípa til aðgerða. Og það var mjög sterk og öflug samstæða sem að birtist og vonandi mun það ýta á eftir stjórnvöldum að gera eitthvað. En til þess að ræða þetta svona afstöðu almennings og hvernig þjóðarmorðið í Gaza horfir við fólki og hver ætti að vera þáttaka almennings og svo stjórnvalda hingað kominn hópur sem að sumu leyti ber með sér þá breytt sem að var í fundunum í gær og hérna við hliðina á mér Hólmfríður Garðarsdóttir sem hjúkrunarfræðingur og ljósmóðir og hefur starfað í Palestínu á Gaza. Og Arnfríður Guðmundsdóttir, guðfræði prófessor. Ertu þá ekki prestur líka? Jú. Já, prestur. Auður Önn Magnúsdóttir sem framkvæmdastjóri Kvenréttindafélags Íslands. Fjölnir Sæmundsson sem formaður Landssambands lögreglumanna og Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar. Velkomin. Takk. Það kannski óþarf að spyrja það að því Hólmfríður, hvernig fannst þér gærdagurinn? Gærdagurinn? Mjög frábært. Mjög ánægð með þetta. Ég held að þetta sé það sem við þurfum að gera. Og ég vona að koma ykkur út úr þessu. Fannst þetta svona sterkara heldur þú? Nei, ég átti alveg vona á þessu. Mér finnst nú undiraldan hafa verið þannig að fólk vill fara svona, hafa eitthvað að segja og láta sína skoðun ljós. Það er alltaf sérstakt þegar maður stendur í svona mannmergð að maður finnur fyrir fólkinu í kring. Þannig að það er eiginlega aldrei eins. Þetta gerist, þetta er raunverulegur atburður sem að gerist. Þetta maður er ekki áhorfandi á einhverju sýningu. Nei, það var fólki tekur þátt í að mynda þessa stemmingu. Ég nefndi að þú hefur starfað í Palestínu á Gaza, eða? Já, ég var á sjúkrahúsi Rauða krossins í Gaza, það komið rúmt ár síðan ég var þar. Fór út í maí, semst fyrir ári. Og bara að segja stuttlega frá því, þá er Rauði krossinn að reka þarna sjúkrahús sem var sett upp sem átti að vera tímabundið til þess að fylla þarna í eyður sem að hafa orðið þarna í heilbrigðiskerfinu. Þetta er sjúkrahús sem er tjöldum og á þeim tíma voru 60 rúm. Núna, nýjustu fréttir það að búið að stækka spítalinn í 110 rúm. Það er 180% nýting á rúmunum. Það er búið að stækka heilsugæsluhlutann, það er bráðamóttakan er og tvöfalt stærri en hún var. Einfallega vegna þess að þarfirnar eru svo gíflega miklar. En þetta annar ekki þörfunum? Nei, þetta er einn af fáum úr því að vera tímabundi tjaldsjúkrahús er þetta orðið bara sjúkrahús á þessum stað sem að er mjög vel fungerandi eða má orðaði þannig. 65 læknar að vinna hjá okkur, palestínskir, 150 hjúkrunarfræðingar og ljósmæður, 200-300 starfsmenn allt í allt og svo erlendir starfsmenn líka. Eins og til dæmis ég var sem fulltrúi Íslenska Rauða krossins. Ég átti ekki vonaði kannski bara bæti við, maður átti kannski ekki alveg vonaði að rúma ári seinna væri maður að tala um þetta ennþá. Ég var kannski barslega að halda þegar ég færi frá Gaza á sín tíma að þessu færi að ljúka, en það er aldils ekki tilfellið. En hefur þeir sem að starfa að hafa þeir næg svona hjúkrunargögn til þess að sinna starfi sínu því að maður les fréttir af læknum og hjúkrunarliði sem getur vel ekkert gert fyrir þá sem að leita til þeirra? Nei, það hefur alltaf tíð verið rosalega mikið vandamál að koma inn byrðum, bæði lyfjum og lækningavörum. Þegar við setjum upp sjúkrahúsi er náttúrulega töluvert sem fylgir sjúkrahúsinu, svo fer þetta smá saman að klárast og þetta hefur verið eilífu barningur að koma inn. Og það er náttúrulega því að það er ekkert flæðin í landi en það sem kemst inn, það tekur líka langan tíma að fá það inn. Það er alls konar skriffinska, alls konar vandamál í flutningum og öryggis ástandi líka spilar þarna inn í, þannig að það verður að nýta bara hvern einasta hlut ótrúlega vel þarna og ekki takt að panta það sem að vill eða eiga vona að fá það sem okkur endilega vantar. Þetta hefur alla tíð verið áskorun fyrir sjúkrahúsið. En er það ekki erfitt fyrir þá sem að starfa að vera raunverulega
hvað við segja, fronturinn á aðgerðum Ísraels með því að meina fólki þá læknisaðstoð sem að það var rétt á og ætti að fá. Jú, sjálfsagði sem heilbrigðisstarfsmenn það okkar hlutverk að sinna fólki og bjarga mannslífi. En ef þú getur ekki, þá Já, í þessum aðstæðum. Ég er sjúklingurinn og vænti þess að þú gerir eitthvað, eða þú getur ekki gert það vegna þess að... Já, í þessum aðstæðum þá reynum við að gera okkar besta. Þetta eru mjög krefjandi aðstæður. Getur verið andstyggilegt, reikna ég með. Já, þetta eru mjög krefjandi aðstæður, það er ekki hægt að segja neitt. Arnfríður, þetta er svona samviskumál. Við höfum svolítið verið að reyna að ræða hérna þú veist hvernig þetta mál höfðar svona bara gagnvart okkur sem borgurum, heimsborgurum í heiminum, hvað við höfum að gera. Það er svona svæði sem að kirkjan ætti að vera kunna svörin við. Hvað gerum við þegar við erum særði í samvisku okkar? Finnst þér kirkjan hafa brugðist sterkt við? Kirkjan, íslenska þjóðkirkjan eða kirkjan á heimsvísu nei, við höfum örugglega ekki gert nóg, alveg klárlega ekki og ekki heldur á heimsvísu það gleymist líka að það eru þarna kristnir palestínumenn, það eru kirkjur palestínumanna, kristnar sem að verða fyrir árásum sem verða fyrir miklum árásum og kirkjur kristna kirkjur sem að hafa reikið spítala sem hafa verið sprengdir í loft upp. Þannig að nei, þetta er bara skelfilegt og það er engin spurning í mínum huga hvar kirkjan á að staðsetja sig í þessu. Ekki nein spurning. Kirkjan á alltaf að staðsetja sig með þeim sem hefur verið ítt út á jaðarinn. Eru hrjáðir, ofsóttir og fátækir? Já, ekki spurning. Það er svona leiðbeining Jesú, hvað var maður að standa? Ekki spurning. En af hverju gerir hún það ekki, kirkjan? Sko, kirkjan er alls konar. Kirkjan er alltaf hluti af menningarsamfélagi líka. Og ég meina, við getum bara bent á að Jesús var palestínumaður og hann sem sagt hann líka var flóttamaður fjölskyldan var hrakin í burtu og hann lét lífið vegna sem sagt yfirvalda sem þoldi hann ekki af því að hann gagnrýndi þau. Þannig að þar á kirkjan að vera. Það finnst mér ekki spurning. Má ég orða þetta öðru sig? Af hverju reynist það svona erfitt að taka þessa stöðu? Þetta er augljóst eins og þú þetta segja. Já, það er mjög augljóst fyrir mig. En það er ekki allir sammála mér sem eru í kirkjunni. Og við, ég starfa innan samtaka sem heita Lúterska heimssambandið. Og það eru alheimssamtök og milljónir manna út allan heim. Og ég er einn af varaforsetum sambandsins og heimssambandið á spítala á Olíufjallinu í Austur-Jerúsalem og Augusta Victoria Hospital og það er eini spítalinn í þessu umhverfi hana í Austur-Jerúsalem sem hefur tekið á móti palestínumönnum. Og hann er stofnaði 1950 til þess að mæta þeirri þörf sem að skapaðist þegar Ísraelsríki var stofnað. Þannig að ég kem úr því samhengi þar sem að það er engin spurning að þar höfum við staðsett okkur. Af hverju er þetta svona erfitt? Það er eitthvað sem að heitir sionismi og það er eitthvað sem að heitir kristin sionismi og sem að bara á talsvert fylgi í heiminum. Og það er fólk sem að staðsetur sig með gyðingunum og telur að gyðingarnir eigina rétt á þessu landi. Og það er þá, sem sagt, fólk sem
sem að staðsettur sig annar staðar heldur en ég og fólk sem saman með mér. Hvað segir Jesú við því? Því hann segir að við lækna hennar sjúku, en segir hann að við berjast gegn hinu grimmu yfirvöldum. Jesús tók aldrei afstöðu með ofbeldi. Alltaf afstöðu á móti. Að við ættum að berjast á móti ofbeldi stjórnvalda? Já, alltaf við alltaf að gagnrýna það og taka. Það er ekki að verjast fyrir kristnu fólki, að það er skylda okkar. Algjörlega. Það er bara svoleiðis. Hvernig þetta félagið var þarna? Já. Ásamt margum. Það var ekki erfið ákvörðun eða hvað? Nei, þetta var bara mjög auðveld ákvörðun. Þetta var skipuleggjendur hafðu samband við okkur frekar snemma og það hitti akkurat þannig á og sama dag var stjórnarfundur hjá Kvenréttindafélaginu og það þurfti ekki að ræða þetta. Við vorum bara allar sammála að taka þátt augljóslega. Þetta er bara eins og sást bara breytinni þannig að miklu stærra mál heldur en bara, eitthvað svona nýs. Það voru rosalega margir sem tóku þátt, þannig að þetta var engin spurning og enga deilur þetta. Má ég spyrja, af hverju það ekkert mál? Stundum kjóma svona erindi til ykkar, þá getur það verið þannig að það eru alls konar sjónarmið uppi með félagsmanna og fleira, en af hverju ekki í þessu máli? Þetta er bara allavega fyrir okkar langflest félagsfólk og fyrir þær sem eru í stjórninni að þá er þetta bara svo yfirgengilegt. Þetta bara snertir mann sem mannesku bara eins og við sáum hana á fundinum í gær sem var alveg frábær. Það voru margir sem að grétu upp á sviði en gátu á sama tíma komið með lausnir, aðgerðir, eins og til dæmis fyrir Kvenréttindafélagið. Hvað getum við gert? Jú, við getum verið með okkar eigið viðskiptum. Ég er ekki að segja að Kvenréttindafélagið sé búið að hvað gera það. En það sem ég er búin að vera með mitt persónulega viðskiptabann á Ísrael í 20 ár. Það hefur einhver skilað, en ég ætla samt að halda áfram. En eins og kom fram á fundinum að alls konar samtök, stofnanir, geta verið með sitt eigið viðskiptabann. Við eigum ekki neinum samskiptum við Ísraela. Það var algjörlega frábært, en hvers vegna þetta bara hrærir við öllum. Þetta bara sýnir, svona viljum við ekki hafa heiminn. Við viljum ekki skrifa undir þetta. Þetta bara getur ekki verið. Og ljóðið sem hún Elisabeth Jökulsdóttir flutti, það bara kjarnaði þetta svo innilega. Við getum ekki talað um þetta, en þetta er þarna samt. Og þetta litla sem að félagasamtök og verkalýðshreyfingin og bara kirkjur og allir gerðu þannig að bara vera með. Þetta er mjög lítið, en þá líður okkur allavega eins og við séum pínlítið að taka þátt. Við getum staðið saman og sjá þennan styrk í tilfinningum. Þennan styrk sem að við sýnum þegar við grátum. Við sýnum að þetta er ekki í lagi og við sýnum að það er alltaf lagi að örvænta. En leið er fólk að koma með lausnir. Hvað getum við gert? Hættum í Eurovision. Hættum með fríverslunarsamning við Ísrael. Já, bara endalaust svona. Slítur stjórnmálasambandi? Slítur stjórnmálasambandi. Af hverju erum við að keppa við Ísrael í íþróttum? Þetta ætti bara að vera augljóst. Og já, fyrirgeðu hvað ég tala mikið. Fjölnir, það var sagt við þetta borð, hvað er löggan að gera þarna? Löggan er að pest er að mótmælendur sem eru að reyna að berjast fyrir frelsi í Palestínu, svo kemur allir landsamband lögreglumanna og tekur þátt. Já, þetta var kannski ekki alveg að einfalt í okkur og á Kvenréttindafélaginu. Það þurfti nú atkvæðagreiðslu í stjórninni, en það sem ég hef verið að leggja áherslu á að landsamband lögreglumanna er ekki lögreglan. Þetta eru bara einstaklingar sem vinna þetta starf og þetta er stéttarfélag og verkalýðsfélag. Og auðvitað í stórum hópi, ég get ekki tala fyrir hönd allra, þetta er svona fulltrúalýðræði og stjórnin vildi gera þetta. Og þú? Já, og ég, ef þú vilt vita hvernig ég greiti atkvæði, þá greiti ég atkvæði með þessu. En það sem hefur kannski verið mesta umræðan hjá mér við lögreglumenn er að þeir segja, við verðum að vera hlutlaus. Lögreglan á alltaf að vera hlutlaus. Og ég segi, þetta er ekki íþróttaleikur. Þú ert ekki að halda með öðru hverju liðinu. Þú ert bara að halda með börnum sem er að deyja. Og það er hlutverk, lögreglan að vernda fólk og vernda mannréttindi fólks. Þannig að, ég hef svona sagt það við lögreglumenn. Ég held að sé nú ekki 5% lögreglumanna sem hafa sett eitthvað út á
þessa ákvarðanir að vilja ræða þetta. En mér finnst bara sko mikilvægt líka að þarna ég get alveg unni vinnuna mína. Sko, ég handtek þig að þú ert fullur eitthvað staðar. Ég hef ekkert á móti þér samt. Ég bara vinna mína vinnu og þú veist, ef mér sagt að vera við eitthvað ráðuneyt og passa ráðherrann, þá bara ger ég það. En ég get alveg verið sammála mótmælendum samt. Þannig að þetta mjög mikilvægt og ég reynda að sagði nú einhverju lögreglumenn, sko, þið verið stundum að líta lengra en ef eitthvað nær. Þetta snýst ekki einhver eða hvernig einhver líður gafgart Sólveigu Önnu eða Möggustínu eða Maríu Lilju Þrastardóttur sko. Skilur, þetta má ekki vera eitthvað. Það upplifir það þessi að beygja sig fyrir vilja þeirra. Sko, ég sá að tapa stríðinu við Möggustínu. Og ég sá það var nefnt auglýst bara að byrju no borders og lögreglumenn í sömu. Er það ekki fallegt? Mér finnst það bara mjög fallegt. Að því að þarna, ég held að þú veist, við verðum öll að fylgja hjartanu. Við erum ekki vinnan okkar. Við erum bara fólk, við erum börn. Ég var þarna í gær með dætur mínar og barnabörn og fannst það mikilvægt að við erum þarna nokkra kynslóðir, en það kannski öll mín fjölskylda fyrir ykkar samstíga í svo nýmsum málum. Ég ól upp þessu börn, þannig að ég bara, þú veist, þá var þetta, erum við hlutlaus, en þar ég sem lögreglumaður að vera hlutlaus fyrir eitthvað sem gerist í útlöndum. Ég verði að vera hlutlægur í mínu störf sem lögreglumaður. En ég held að allir lögreglumenn eigi nú bara að vernda mannréttindi. Þú ert ekki að skilja hjartað eftir í fattakýri? Nei, og mér fannst mjög gott, þú sagðir áðan, sko, við erum þarna sem heimsborgarar, sko. Við erum að hugsa heiminn, ekki litla Ísland, endilega. Já. Ég var þá eiginlega að meina að þetta er atburður sem snertir okkur hvert og eitt á jörðinni. Algjörlega. Og það var fullt af lögreglumennum en ég sá það alveg. Ég sá reyndar að sumir löpuðu með jaðrinum og voru svona aðeins í kring, sko, en þarna, og ég sá sérstaklega mikið eldri lögreglumennum þarna. Svona að verkalýðshreyfingin var nokkuð áberandi. Mörg félög, ég reyndi ekki svo vel yfir listan að ég gæti fundið út hverju var ekki. Ég veit ekki hvort ekki gerði það. En það var ekkert það var breið samstæða innan verkalýðshreyfingarinnar. ASÍ, meir og minna þetta. Já, en það var bara frábært dæmið að í svona máli þá sé fólk ekki partisan og það er væntanlega í fyrsta skipti á Íslandi þar sem no borders og löggan eru saman í einhverjum svona fundahöldum. En það er þetta bara frábært og mikilvægt og það hefði þetta verið agalegt ef að fólk hefði ekki geta lagt svona partisan orustu sínar til hliðar þegar það kemur að þessu málefni. Það hefði verið að fremja af valdamikilli, vopnaðri, ríkri þjóð Ísraela þjóðamorð á saklausum almennum borgurum og þau sem er verið að slátra eru mest konur og börn. Það verið að leggja allt samfélagið í rúst og það væri auðvitað einhvers konar áfellsdómur yfir siðferðiskend fólks ef að það ætlaði samt að halda sig við pólitískt þras og geti ekki stigið svona út fyrir þann ramma. Já, þarna var bara held ég langflest félög alþjóðasambandsins sem tók þátt. Það var einhver sem vildi ekki taka þátt. En kannski eru einhverjir sem hafa fylgst með því hvaða félög það voru. Það er ekki ég og ég ætla með því ekki að vera einhver svona partisan þusi. Ólafur Ólafsson, listamaður og mikill aktivisti fyrir réttindum fólksins Palestínu, hann talaði við mig í sumar og þá var hann að orða við mig möguleikann á því að verkalýðshreyfingin reyndi að koma saman og halda stóran fund og hvetja sitt fólk til þess að koma og ég sagði þá við hann að mér litist bara mjög vel á þessa hugmynd og hann hefur alveg talað við fleiri. Svo er þetta sumarfrí og við veitum allir hvernig sumarfrí í Íslandi er, þannig að eru ekki margir á staðnum. Svo leið og fólk var komið tilbaka úr fríinu og hreyfingin hóf aftur störf því allt starfinnan verkalýðshreyfingarinnar það fellur niður á sumrin en keyrist svo stað mjög hratt bara strax eftir verslunarmannahelgi. Þá var þetta verkefni sett af stað og þau sem voru þarna í framvarða sveitinni sem er það Ólafur Ólafsson, hún Salvor Gullbrá sem er líka mikill aktivisti, Guðrún Margrét sem er starfsmaður Alþýðusambandsins og svo fleiri. Ég fekk að vera þarna með. Já, við ætlum að taka ofan fyrir þessu fólki. Þetta var mjög vel gert, glæsileg vinna. Og frábær skipuleggjandi kona nafnið Ragnheiður Maísól og þau, ég held að Ragnheiður Maísól og hún Guðrún Margrét hafi bara verið að þessu marga daga og margar vikur og svo vorum við þarna nokkur sem fengum að vera með í skipulegningun og svo var stærri hópur og svo stækkaði hópurinn í sífellu því að vegna þrotlausrar vinnu Ragnheiðar Maísólar og Guðrúnar Margrétar og Hans Ólafs og Anna Sölku og bættist alltaf fleiri og fleiri í hópinn.
og svo gat þetta orðið að veruleika með þessari miklu þáttöku og við ætlum að halda áfram. Þessi hópur kallar sig samstaða með Palestínu og þá að halda áfram og þá að halda áfram að vinna með það að þessi stóra þáttaka hafi náðust, fyrir þess að það allir sem hafa tekið þátt í pólitík og aktivisma og baráttu vita þarf ekki ná að halda einn fund, þá þarf að halda áfram að pressa, en þetta var auðvitað merkilegur fundur. Finnbjörn Hermannsson, forseti Alþýðusambandsins, hélt bara frábæra ræðu og gerði það mikilli innlifun. Það líka eitt sem var heila, sko, hvað dagskrafan var góð og hvað hún gekk vel. Sammála. Þetta var ótrúlega velgerður fundur. Í sammála og aftur þá bara hrósa þessum svona helstu skipulegjendum fyrir að hafa gætt mjög vel að því. Ingibjörg Sólrún, það var held ég mjög mikilvægt að hún væri þarna, sama hvort við erum sammála henni alla hluti og í allri pólitík, það held ég mjög mikilvægt að manneskja með hennar status í íslenskri pólitík hafi verið tilbúin til að stiga þarna og tala með svo afdráttarlausum hætti og hennar skilaboð voru einmitt þetta að grípa til þessara þaulreyndu aðgerða sem hægt að grípa til á vettvangi alþjóðastjórnmála til þess að stöðva þennan hrylling. Páll Óskar var alveg frábær í lokin og þetta var svona í fyrsta skipti kannski þar sem við fengum svona aðeins að upplifa þar sem maður hefur séð svona myndböndum frá útlöndum þar sem fólk saman á tónleikum og allir eru í einhverju svona gleði en við erum samt í þessum svona mikla stöðningi og ég held að það hafi verið gott vegna þess að Páll er náttúrulega vanur maður, hann hefur leitt sigur í gleðigöngunni og baráttu samkynninga. Já, og hann gerði þetta ótrúlega vel. vel. Hann kom svo fallega með sko, eiginlega svona sigurvissuna. Ég sammála. Og ég held að mjög margir hafi verið búinir að tárast þarna oft, bæði fannst mér kórverkið stórkostlega magnað og það snerti mjög mér ljóðalestur Elsabetar líka. Og það var ánægilegt að fá að upplifa allar þessar tilfinningar svona í hóp og mér fannst það líka það sem var svona besta tegundin af aktivism snýst þegar við komum alls saman og við fáum að vera með tilfinningar og saman í trúna á það sem við séum að gera sér mikilvægt. En við fáum líka ég fann til stolts þegar Fíta kom inn og horfði yfir mannhafið og maður fann hvað henni fannst mikið til að koma þessu. Og mjög glæsilegt upphafsatriði að setja svona tónin flutningur á þessu palestínska baráttu lagi. Þannig að þetta var allt stórglæsilegt og ég stolt yfir því að Efling hafi tekið þátt í þessu. Efling hefur verið strax frá því 2023 í nóvember. Þá vorum við búin að senda frá okkar fyrstu ályktun þar sem við fordæmdum aðgerðir Ísraela og kröfðumst þess að þjóðarmorðið yrði stöðvað. Við höfum styrkt félagið Ísland-Palestína með fjármunum. Við höfum mætt í göngur með fána félagsins okkar og höfum reynt að gera það sem við getum gert og það var gaman að geta loksins gert það í hópi með öðrum félagum. Sko, ég var náttúrulega bara á Austurvelli, ég var ekki annars þar í landinu, en að hálfu leyti er þetta fundur sem er samstæða með Palestínu. Að hálfu leyti er þetta krafa þjóðarinnar að okkar stjórnvöld grípi til aðgerða. Og þú nefndir hérna Ingibjörgu Sólrún, hún tók eiginlega af sér að nefna valkostina. Og ég upplýði þannig að þetta væri krafa fundarins og þetta er krafa þjóðarinnar gagnvart stjórnvöldum og að sumu leyti það hafi bara breyst í gær. Að þetta er bara orðin að krafa þjóðarinnar til stjórnvalda að gerið helst allt að þessu. Sammála. Sem er að fríverslunarsamningur sem þú nefndir, burt úr Eurovision, bara burtu ef við ætlum að láta Ísraelsmenn vera að spila fótbolta eða körfubolta, þá erum við ekki með. Við setjumst ekki til borðs með fjöldamannvíkjum. Slíta stjórnmálasambandi. Það var eitthvað fyrirvara á því hvernig hún sagði það. Nei, ég held ekki. Nú mjög ádráttulegs. Já, mér finnst það. Og ég man ekki hvort þú sagði íhuga eða hvort við ættum að renna okkur þarna með Suður Afríku í kærunni. Já, en það er greinlegt að þetta var einhver áhrif því Þorgerður Katrín er búin að boða hún ætlar að koma með einhverja tillögu fyrir utanríkismálanefnd á morgun. Ég veit hvort sem hún var tilbúið með þær eða ekki, að þá allavega boðar hún eitthvað verið gert. Þetta var svolítið stór skammtur sem Ingibjörg Sólrún lagði þarna fram. En þetta er líka mjög mikilvægt að þetta skulle gerast vegna þess að eftir að atburðurinn á sér stað í október 2023 þar sem að Hamas brýst út úr fangelsinu þá til dæmis koma meldingar frá utanríkismálanefnd Alþingis sem eru algjörlega svifrylegar
það einmitt að Ísrael eigi rétt til þess að verja sig og þau fara bara strax og þarna algjör samhljómur á milli Sjálfstæðisflokksins og Vinstri græna sem að þarna eru í forystu fyrir utanríkismálanefnd. Ég held að þarna hafi Diljá mist fyrir formaður utanríkismálanefndar og þá var þingmaður Vinstri græna Jón Bjarnason, ég held sér fyrir mig rétt. Var það ekki Bjarni? Bjarni Jónsson, akkurat. Þau bara saminast þarna og það bara með þessu eru þetta fólk að gefa Ísrael leyfið til þess að fara fram og öll þau sem hafa fylgst með því sem átti sér stað í Palestínu af hálfu Ísraelsmanna síðustu áratugi vissu nákvæmlega leið og vestrænir stjórnmálamenn færu að tala svona, þá verður þetta auðvitað tekið sem skilaboð. Heldur að þingmennirnir sem að samþykkja þetta að þeir hafi vita hvað lága bakvið, að þegar þú segir þetta hvað síðunusta ríkinu Ísrael þá þýðir það að þú ert að opna fyrir útrýmingu Palestínu. Ég vissi það. Já, ég veit, en heldur að ég get auðvitað ekki sagt til það hvað þetta fólk veit og veit ekki, en ég get allavega haft þá afstöðu og kröfu gagnvart kjörnum fulltrúum. Þau tali ekki eins og leppar Bandaríkjamanna og Ísraelsmanna og einmitt opni á útrýmingarherferð síðunista á saklausu fólki. Ég get sett þá kröfu og ég sett þá kröfu fram þá og það er bara frábært að loksins ætli fólk í stjórnmálum ekki lengur einmitt að fela sig á bakvið skipanir frá Bandaríkjunum og frá valdastétt Evrópu og ætli að sýna bara sjálfstæði og getu í aðgerðum að hugsa, en það er þetta hræðilegt að hugsa til þess að það séu næstu komin 2 ár af þessari slátrun án þess að raunverulega það hafi nokkuð gerst og það liggi í valnum þúsundir og tugþúsundir barna og kvenna og karla og það sé búið að leggja gas algjörlega í rúst. Það er hræðilegt og vestræn valdastétt, hún ber auðvitað stórkostlega mikla ábyrgð með einmitt getuleysi sínu, hugleysi, undirgefni og heimsku að hafa leyft þessu að gerast. En við skulum gleðjast yfir því að þetta er að breytast núna. Hólmfríður, hvað er með kröfunar? Hvernig finnst þér þessar kröfur sem voru lagðar fram? Ég get kannski hef ekki nógu mikla kunnáttu til að fara algjörlega út í það, en það verður eitthvað að gerast. Augljóslega, það er ekkert búið að virka neitt held ég sem hefur gert hingað til og það þarf að lyfta einhverju grettistaki þannig ástandi breytist. Eins og ég segi, var þetta fyrir ári, ég held að ástandi sé náttúrulega miklu verra heldur en það var þá og þá var það slæmt. Þetta er helvíti á jörðu. Þetta er helvíti á jörðu eins og forseti Alþjóðaráðs Rauða krossins hefur einmitt sagt. Þetta er helvíti á jörðu og þegar við erum farin að tjá okkur svona þá held ég að það sé ansi slæmt því að við erum og frekar oft vör í orði umsökum hlutleysis okkar en þó sem hlutlaus þá erum við ekki aðgerðalaus og ég held að það sé allir að fara fram á að það verði einhver aðgerðir þannig ástandi batni. En Arnfríður, sjónarmið, við erum svo fá og við erum svo lítil og máttu, það skiptir engum máli hvað við gerum. Það er náttúrulega engin afsökun fyrir, eins og Ingibjörg Sólrún sagði svo skýrt, að það er engin afsökun fyrir því að stíga ekki fram og gera eitthvað í málunum. Þannig að ég held að það skiptir máli hvað við gerum alveg eins og stærri þjóðir og þannig að ég held að það skiptir öllu máli að við eins og var sagt svo ítrekað í gær hættum að tala og förum að gera eitthvað. Þannig að já, mér fannst rosalega sterkt að Ingibjörg Sólrún væri tilbúin að stíga fram og tala með svona afgerandi hætti. Ég held að við höfum þurft þessa rödd að svona afgerandi afstaða frá einstaklingi sem að hefur þennan svona pondus. Sem hefur rödd, að fólk sem hefur rödd, nýtir rödd sína. Það er klárlega að hlusta á hana, en hún hefur líka þessa yfirgripsmiklu þekkingu. Þannig að hún veit hvað hún er að tala. Það er ekki hægt að segja, þetta er bara einhver nævismi, þú veist, hún er bara að segja eitthvað til þess að segja eitthvað. Hún veit hvað máli snýst og hún veit hvað við getum gert. Og mér finnst það algjörlega, mér finnst það eins og það gerðist eitthvað í gær þegar þetta voru stórkostlega ræður sem við heyrðum, þessar 2 mínútna ræður sem var alveg svona pakkað saman á svona
frábæran hátt að og svo sterkt að heyra fólk úr ólíkum ólíkum stjettum koma saman og tala. Mjög stórkostlegt að heyra formann Læknafélagsins tala svona og þannig ég vil trúa því að eftir gærdaginn að þá sko við förum ekki tilbaka fyrir sko það búið að tala svo skýrt þannig að við höfum enga afsökun þannig að þetta sem að var sagt í upphafi auðvitað engin afsökun að fyrir neinu ofbeldi það algjörlega mín afstaða að sko það engin að afsaka eða ég heyri fólk ekki vera að afsaka það sem Hamas gerði 7. október 2023 en það engin afsökun fyrir því sem hefur gerst síðan þannig að réttlætir það ekki það ekkert sem réttlætir það og mér finnst mikilvægt að hafa það inn í myndinni þannig að sko það sem að hefur gerst síðustu 2 árin gerist ekki í tómarúmi það á sér langa sögu þannig að við fengum þjóðkirkjan í fyrir ári síðan þá fengum við hingað konu unga konu innan við 30 sem prestur Lúterskirkjunnar í Jerúsalem einn af þeim og hún talaði svo sterkt þessa sögu þú veist sko þessa sögu síðan 48 þú veist hvað hefur verið að gerast þannig að við getum ekki bara byrjað á 7. október við verðum að skoða þetta í stærra samhengi En ættum við það ekki að skoða í stærra samhengi hvað felst í því að viðurkenna Ísrael það felst í því að viðurkenna landvinninga þeirra það sem þeir brjóta undir sér land, hrekja palestínumenn að flótta og myrða þá ef þau flýja ekki. Algjörlega. Þannig að það eiginlega, sem lítið að koma fram, það eiginlega ekki hægt að viðurkenna Ísrael. Það er mjög erfitt. Þetta síónistaríki, þetta bara svo að viðurkenna nasistaríki í Þýskalands. Já, eða það við værum ennþá að viðurkenna Suður-Afríku sem apartheidríki. Já. Langt síðan að það leiðin til loka einmitt vegna þess að það varð loksins til nægilega mikil konsensus að það væri ekki hægt að viðurkenna ógeðslegt rasista ríki sem fór hræðilega með fólki, þau voru samt ekki neitt álíka viðbjóðslega hræðileg og síónistarnir í Ísrael. Ekki neitt. Jú, þau skutu börn í bakið sem að voru að mótmæla og þau pyntuðu menn og tóku af lífi án dóms og laga og lokuðu helstu talsmenn og frömuðu í fangelsi áratugum saman en þau myrtu ekki 20.000 barna og kvenna þau byggu ekki til aðstæður þar sem að hjúkrunarfólk og læknar þurftu að vera amputera börn án þess að vera með svæfingalyf þau byggu ekki til aðstæður þar sem var komið í veg fyrir það að það væri hægt að halda fólki á lífi þau framleiddu ekki hungursneyð þannig að þau voru einhvers konar sunnudagaskóla drengir í samanburði við viðbjóðin sem að síónistarnir í Ísrael og bjóða upp á. Í Sovétó, 84, að þá reis upp alda sem að varð ekki snúið við. Meiri segja að Ronald Reagan tók þátt í boykotta Suður-Afríku. Þannig voru viðbrögð heimsins þá. Já, algjörlega. En við verðum líka að skoða þetta í ljósi margra alda antisemitisma þannig að og 48 gerist náttúrulega strax í kjölfara Holocaust þannig að það og eins og Þjóðverjar sem að hafa engst af samskupiti yfir því og hluti af kristinni kirkju líka. Það er ekki vandi þeirra að þeir blanda saman síónisma og gyðingdóm sem náttúrulega gyðinga algjörlega. Ég er ekki að afsaka þetta á neinu. Ég bara segja að við verðum að skoða þetta í því ljósi líka. Það er búið að níðast á gyðingum aldir. Þannig að það líka er eitthvað sem við verðum að skoða enn og aftur ofbeldi gegn einum hópi réttlætir ekki ofbeldi gegn öðrum hópi og það
það er það sem hann er líka yfir hérna Ísrael og gyðinga. En ég held að kannski við þurfum frekar að segja, þú veist, við erum með eitthvað akút sem að þarf að leysa núna. Það verður að stöðva ástandi eins og það er núna. Það sem að þú ert að tala um kannski eitthvað svona langtíma framtíðar, hvað er hægt að sjá fyrir sér eftir 20 ár. Já. Núna, þú veist, núna verður bara að rífa byssurnar og sprengjurnar af Ísrael. Það er eina sem maður er hægt að gera núna. Hvernig þetta gerðist og maður hefur auðvitað skilning á því, en hérna fólkið í Palestínu 1948, það hefði ekkert með Holocaust að gera. Nei, algjörlega. Ég get ekki verið meira samanlega. Þú veist, að sjálfsögðu. Já. Það er eitt að segja, ok, við þurfum aksjón núna og við þurfum að stoppa þetta. Ég bara reyna að setja þetta í aðeins, bara eins og við í akademíunni gerum gjarnan að reyna að skilja þetta í stærra samhengi. En það er ekkert sem að skiptir meira máli núna heldur en stoppa. En mér langar að segja, ég held að sé nú alveg óumdeilanlega almennt mjög mikil meðvitund á Vesturlöndum helförina, það sem á undan fór, Þriðja ríkið og svo framvegis. Ég held að það sé bara þekking sem að við öll meira og minna höfum innbyrt flest frá æsku, en ég held að þekking okkar og þekkingarleysi okkar á aðstöðum fólksins í Palestínu og því sem þau hafa verið látin ganga í gegnum sé aftur á móti mikil og alvarleg. Þannig ég held að það sé komin tími til þess að púður akademíunnar, púður stjórnmálana, púður kirkjunar og okkar allra fari einmitt frekar í það að reyna að útskýra með upplýsandi, skynsamlegum og málefnalegum hætti að þegar að Hamas brýst út úr fangelsinu í október 2023 þá er einmitt röð mannkynssögulegra atburða sem að leiða upp að því. Ég held að það sé mikilvægt að við sameinumst að hætta að afmennska og illmennavæða fólkið inni á Gaza, hættum að láta eins og þeirra ofbeldi sé einhvern veginn 1000 sinnum hræðilegra og viðbjóðslegra en ofbeldi sem að það sjálft hefur orðið fyrir. Ég held að það sé lykillinn að því ásamt auðvitað mörgu öðru að við getum einhvern veginn komist áfram vegna þess að það hvernig við höfum hugsað og talað Hamas og fólki á Gaza og svo framvegis er tilraun til þess að demonisera fólkið þarna til þess einmitt að gefa síonistunum leyfi til þess að fara fram eins og þeir gera, til þess að gefa Bandaríkjunum leyfi, til þess að senda peninga og hergögn og til þess að gefa Evrópu leyfi einmitt til þess að styðja viðbjörn með því að vera alltaf að fela sig í því að við séum öll ennþá með svo mikið samviskubit yfir því sem endaði árið 1945. En það er nákvæmlega það sem ég var að reyna að segja áðan þegar ég var líka að tala spítalann sem var reistur 1950 til þess að mæta þörfinni sem var gífurleg og neyðinni sem að skapaðist í kjölfar stofnunar Ísraelsríkis. Þannig að ég er algjörlega sammála því að þekking okkar og fókus hefur verið á gyðingunum frekar heldur en neyðinni sem að skapaðist og hefur ríkt síðustu 75 ár vegna þess. En mér langar hvað getur við gert sem er klassísk spurning og stundum, ég nefndi áðan að við verðum svona fá veik rödd í alþjóðasamfélaginu, stundum látum við þannig. Stundum finnst manni að það sé svona skjól að gera ekkert. Það er mikið talað að alþjóðasamfélagið sé máttlaust og við erum náttúrulega hluti af því, þannig að við erum þá máttlaus. Stundum þessi svo hugmyndum að við séum smá og fólk sem er að stærri þjóðum hljóta að vera meiri stórmenni en við. Eitthvað sluðis en að því að ég er að tala að sé mál sem að snýra hverju einu okkar. Hvað er það svona eða óttust við, það er annað sem er að ef við myndum ganga fremst í flokki þeirra sem að væri að beita Ísrael viðskipta banni og rjúfa stjórnmálasambandi við það, að þá gæti Bandaríkjir risið upp og refsa okkur. Það hlýtur eiginlega að vera það því að við erum svo óhrædd við að beita rússa viðskiptaþingunum og alveg hjóla í rússa ekkert mál sem er töluvert stærri. Þannig að við óttust Bandaríkin. Það hlýtur bara að vera óttust Bandaríkin. Því ekki óttust við viðskipt við Ísrael, þau eru hverfandi. Það hljóta að vera Bandaríkin sem við óttust.
þú veist, það er einhver ótti og eins og þú segir, það er svo þægilegt að segja bara, ég ætla bara að vera hlutlis í þessu, þetta er svo langt í burtu. Þannig að verið vitnað í bróðum í Jónshjarta í kringum hennar fund, sko, að þessi litli snúður, hann verður að taka þátt líka, verðum öll að taka þátt. Af því að þú gerir það ekki þá ertu bara skítseiði. Já, einmitt. Já. En sko, það er eitt sem ég ásöðu. En við sögum það, af hverju þá ekki kröfurnar að Bandaríkin hætti stuðningi sínum við að forysturíki í NATO, það sem að við erum, hætti að styðja þjóðamorð. Annars segir okkur NATO. Já, eða sko, það er náttúrulega Sameinuðu þjóðirnar sem rauninni stofna Ísraelsríki og setja ákveðnar reglur sem hún búið að þverbrjóta síðan, en þau gera aldrei neitt í því og það á í auðvitað mér veit með að skilja. Samþykktir, Sameinuðu þjóðirnar, þú getur fyrst bókasafna samþyktum, það er bara ekki farið eftir þetta. Akkurat, og öryggisráðið er búið að álíkta eitthvað og svo kom Bandaríkjamenn að stoppa það, þannig að þetta blasir alveg við, en þetta er svo erfitt að skilja okkur, það er búið að brjóta á lög, en það hefur bara afleiðingar fyrir suma. Það bara á ég mjög erfitt með að skilja. Það er náttúrulega af því að Bandaríkin og Vesturveldin hafa í það minnsta frá því að stríði gegn hryðjuverkum hófst 2021 markvisst grafið undan alþjóðalögum. Bandaríkin héldu út í pyntifangelsum, Guantanamo Bay, Abu Ghraib, þar sem að fólk var handtekið, því var haldið þar dómstólaga, var fyrir skelfilegum pyntingum. Ég held að séu ennþá með fanga sem hafa ekki komið fyrir rétt í Guantanamo Bay. Þeir hafa framkvæmt ólöglegar og glæpsamlegar innrásir, þeir hafa lagt lönd í rúst og þetta var Bandaríkin. Þeir hafa sett viðskiptaþinganir á dómar í alþjóðlegum dómstólum sem að dæma ekki að þeirra skapi. Sko. Þannig að á þessum tímapunkti einmitt, þó að ég telja að það sé mjög mikill og yfirgnæfandi vilji innan til dæmis Sameinuðu þjóðanna, þessu langflest lönd sem að þar koma saman, sem að vilji sannarlega að það sé gripið til aðgerða, þá hafa náttúrulega Bandaríkin fengið með stuðningi Vesturlanda, NATO og Evrópusambandsins fengið að komast upp með svo viðbjóðslega hegðun á svo löngum tíma að það er svo erfitt að einmitt setja fram einhverjar kröfur sem eru eitthvað annað heldur en kannski einmitt bara orð á blaði, en ég held samt að með þessum kröfum sem að settar eru fram með svona skýrum hætti eins og Ingibjörg Sólrún gerði, þá eru þetta verið að segja, þó Ingibjörg Sólrún standa ekki í pontu og segi Death to America, þá eru þetta verið að segja til þess að þessi hægt að ná þessum árangri, þá verður þetta fara til þeirra sem að stjórna og það eru Bandaríkin, það eru Evrópusambandsins og það er NATO. Auður, træðu mikrofón alveg að ég meina að spyrja þig, heldur að stjórnvöld séu núna að þeir komið með vilja þjóðarinnar, ég rekna með að þó að það hafi ekki verið allir á Austurvelli og ég ætla ekki að segja að þetta hafi ekki verið þjóðin, að ég rekna með að þetta sé 80% sem að standa með gröfum sem voru settar fram í gær. Heldur að Þorgerður Katrín og félagarnir í ríkisstjórninni sé að hugsa við verum að ganga einhver skref fyrir þjóðina, en þó ekki þannig við stígum á tærnar á Bandaríkjunum. Heldur að það sé vandinn þeirra? Ég held að það sé bara ekki hægt. Sko, þú getur ekki... Þú verður að svíkja annarkvað þjóðina eða Bandaríkjum. Já, og sko, þetta vinsæla kvót í bróðum í Jónshjarta, það er líka hægt að vitna hérna í KK, til eru höfðingjar og Íslandsbláu strönd sem heldur vilja deyja en lifi þeirri smán að hafa ekki gefið það sem þeir gátu verið án. Við getum verið án Bandaríkjanna. Við getum ekki verið manneskjur, svona ríkar og sterkar og fallega manneskjur eins og við erum og gert ekki neitt í þessu. Bara því að við erum hrætt við Bandaríkin. Sko, Bandaríkin eru ekki að fara að ráðast á Ísland, en við erum kannski að fara að tapa einhverjum viðskiptum. Allt í lagi. Þá bara, þetta eru bara peningar. Reyndar með varnarsamning sem er þannig að Bandaríkjaher getur skilgreint þessi ógn á Íslandi og tekið þér yfir. Og hann getur skilgreint þetta sem ógn. Já, allt í lagi. En hérna, sko... Vísi í fréttu síðan vetur. Bara... Og með þau hér í ára og 10 eitthvað sem er. Já, en bara, þú veist... eins og þegar Íslendingum blöskraði með fyrir stjórnvalda á föllum dreng sem var að biðja hér hæli. Við getum ekki lifað með sjálfum okkur ef að við gerum ekki eitthvað í þessu og ef að það er að segja slíta viðskiptasambandi við Ísrael og Bandaríkin verða það brjáluð, bara so be it. Það er verra að lifa í þeirri smán og hafa ekki gefið það sem við getum fyrir það. Það sem Íslendingar stjórnvöld að gera, þau að gera þetta eins og ganga í haghópinn, þau að taka þátt í málsókn Suður-Afríku, með því sína þau líka gott fordæmi til annara
og þau signalera að þetta sé hægt, svo eiga þetta stjórnmálamennir okkar, Þorgerður Katrín og Kristrún Frostadóttir og aðrir sem eru í alþjóðlegum samskiptum að tala bara fyrir þessu okkur með einsta fundi sem þær fara á. Þannig að ég skil alveg bara út frá einhverju svona pragmatík og realpólitík að sjálfsögðu það ekki neitt sem að neinn þjóð vill hafa hangandi yfir sér að Bandaríkin fari einhverju viðskiptaþvinganir. Það auðvitað bæði er flókið og erfitt og það getur auðvitað líka haft mikla skerðingar á lífskjör fólks og getur búið til mikinn pólitískan óróleika innan þjóðríkisins og svo framvegis. En það er hægt að fara öll þessi svona minna flóknu skref á alþjóða vettvangi og það er krafan sem er hægt að setja á pólitíkina. Það er erfitt að segja við forsætisráðherra eða utanríkisráðherra, já bara nú segir þú bara við Bandaríkin bara fokki ykkur, farið þið og ætlum aldrei að tala við ykkur aftur. Það er flókið. En það er ekki það. Það er að slíta stjórnmálasambandi við Ísrael og þá verður Bandaríkin brjálið. Þú segir ekki fokka eru Bandaríkin, sko. Implicitly að gera það. En það er að segja að þannig þú hefur þessar leiðir. Það er ekki hægt að setja viðskiptaþvinganir á Ísland eða hóta okkur öllu illa ef við gangum í haghópin. Það er ekki hægt að setja viðskiptaþvinganir á Ísland og hóta okkur öllu illa ef við tökum þátt í þessari málsókn. Þetta er allt bara framkvæmanlegar, einfaldar leiðir til þess að sýna á alþjóða vettvangi hver hugur okkur er og svo þessi svona menningarlega sniðganga að taka ekki þátt í Eurovision meðan Ísrael er þar, taka ekki þátt í íþróttaviðburðum meðan Ísrael er þar og svo framvegis og svo auðvita að sjálfsögðu slíta stjórnmálasambandi. Þetta snýst vonina, hún er orðin stundum veik á Gaza og ég var nú aðstofa konu sem var að flytja erindi í Stykkishólmi og var að þýða eða svona endursegja text eftir Reham Khaled sem er 27 ára gömul kennslukona á Gaza. Það sem hún er að segja að líklega best að gefa frá sig vonina því að vonin færir okkur bara linnulaus vonbrigði og hún er svo sár að bera. Þannig að það er fólk sem er bara að missa vonina. Við vorum á Austurvelli í gær og við fundum fyrir von. Hefur þú von til þess að þessu linni á þessu ári? Ég bara vil trúa því að við förum að taka eitthvað skref þannig að þetta ástand sem er þarna sem er hryllilegt, það er ótrúlegt að vera þarna á þessum stað og upplifa þetta, það er eiginlega ekki takt að lýsa því. Því að árásirnar eru mjög aggressívar frá lofti og landi og sjó og ég náttúrulega sá afleiðingarnir inn á spítalanum. Ég meina sundur skoti fólk og sprengt og öllum aldri og konur og börn og svona hlutir sem að þó ég sé nú búin að vera í 30 ár í bransanum eins og sagt þá er ég svona sjá hluti sem ég samt ekki séð áður. Svona ótrúlega mikið ofbeldi og ómannúð. Og ég held að það sé það við verðum bara að halda á lofti þessari mannúð okkar og að við höfum samkennd með þessu fólkinu og það þarf eitthvað stórkostlegt að fara að gerast. Þetta getur ekki haldið svona áfram. Hallfríður, hefur þú von? Ég er eiginlega að spyrja, hvers á ég að vænta eða að vona? Sko, ef við missum vonina þá veit ég ekki. Já, en það er ekki hægt að halda voninni bara að ég kom eitthvað pie in the sky when you die. Nei, alls ekki. Þannig að það verður að vera, ég meina, munnisvel linna á þessu ári, á þessum áratug og þessari öld. Já, guð mig góður. Ég tók hérna með mig bók sem að heitir Christ in the Rubble, hefur þið sjáu hérna barnið í rústunum. Og þetta er heiti á mjög frægri predikun sem var haldin í Bethlehem í jólin 23 og síðan hefur hún farið mjög víða og það er hægt að sjá þetta inn á YouTube þessa predikun því að hún er magnaðasta jólapredikun sem ég hef heyrt og undirtitillin er Faith, the Bible and the Genocide in Gaza og höfundurinn er Munter Isaac og hann er sem sagt, þetta er doktor frá Oxford en er palestínumaður en kristinn og ég er búin að vera að talsvert á hann og lesa þessa bók og hann segir ef við kannski betra í staðin fyrir að tala vonina að tala bara survival að komast af, trúum við því að við munum komast af sem þjóð Palestínu
Palestínu þjóðin og hann segir já, ég hef trú á því að við munum komast af en á meðan hann öflugasti, vil ég lega mér að segja, talsmaður palestínskra kristina einstaklinga, hann fer mjög víða í Bandaríkjunum og hann veit náttúrulega að það skiptir miklu máli að tala inn í kirkjunum þar og ekki bara kirkjunum sem eru sammálunum, heldur líka hinum sem að fylgja þessum kristna síonisma vegna þess að hann segir þetta er svo rangt, það er búið að stilla upp það er búið að skrimslavæða Palestínumenn og það er búið að stilla Múhameðstrúarmönnum gegn gyðingum en svo þarna þriði faktorinn og þriði hópurinn og það eru kristnir Palestínumenn og hann segir það er markvisst verið að vegað okkur líka og það er markvisst verið að gera ómögulegt fyrir okkur að bara að rækja okkar trú. Það er bara, þau get ekki farið í kirkjunar á páskum og jólum því að þau eru bara í hættu á að bara vera skotin. Þannig að ég held að þessar raddir sé svo mikilvægar og ég held sé svo mikilvægt, það er mikilvægt að pólitíkusnir tali og tali skýrt en það er líka mikilvægt að því að ég kem úr kirkjunni, ekki bara úr háskólanum, ég kem líka úr kirkjunni og það er fullt af fólki þar sem getur beitt sér bara á alþjóðavísu og kirkjurnar í Bandaríkjunum eru rosalega öflugar. Ég meina, Trump hefði aldrei orðið forseti nema vegna þess að hann fékk stuðning ákveðna kirkjudilda og kirkjan og fólki þar ákvað að kjósa hann þrátt fyrir það að hann stæði fyrir allt annað en þau stóðu fyrir. Þannig að bara af því að þau voru á móti fóstureyðingum, þau voru svona one issue. En hann hefði aldrei orðið forseti nema vegna þess að þessar kirkjudeildir studdan og það er rosalega mikilvægt að við heyrum svona raddir sem að hjálpa okkur til að skilja betur að þetta propaganda sem að Ísraelsstjórn stendur fyrir það er bara propaganda, það er bara ekki satt fyrir stöðuna eins og hún er. Þannig að ég held að allar raddir skipti máli, það skipti máli þessi breiðasamstæða í gær á Austurvelli, það skipti máli að kirkjurnar fólk tali, það skipti máli að Alþingi tali, það bara skipti máli að við öll leggjumst á eitt. Hvað? Vonin. Já, ég ætla að Reham Khaled sem að skrifa hennar texta, hún segir að það er svo erfitt að bera vonina vegna þess að hún étur það innan með vonbrigðum og brýtur niður. Svo endar hún, þá er hennar ósk eftir að ef ég lifi þetta af, sem er alls ekki víst, þá óska ég þess að örin sem ég ber verði ekki of mörg og ekki of djúp. Það er eiginlega vonið sem hún á eftir. Þannig ég er að velta verið mér, þetta er fólk sem að þarf eiginlega að fá enda á þessu máli bara núna, eða í vikunni. Ég held að það sé afar ólíklegt að það gerist bara því miður, en ég held að von per sé dálítið hættuleg. Hún getur fangelsað okkur í aðgerðaleysi. Þá er ég ekki að tala við sem að getum gert eitthvað. Það að setja heima og vona að hlutinni verið betri, það skilar engu. Þannig að ákveðið vonleysi er nauðsynlegt til þess að hvetja okkur til aðgerða. Og við sem höfum verið í umhverfismálum, að það er allir panelar og allar svona umræðir, það er enda alltaf á og hvað gefið þér von? Og ég túlka þessi spurningu alltaf, hvað gerir það verkum að þú situr áfram comfortable heima og grípur ekki til aðgerða. Og ég held að sagan hana Pandoru sem að opnaði boxið og allar pláurnar fór út, vonin var á botninum, vonin var
má túlka þetta þannig vonum að verstapláan því að hún heldur þér í slæmum aðstæðum og ég held að það sé fyrir okkur hérna á Íslandi sem að höfum möguleika á að gera eitthvað. Við höfum möguleika að hafa svona fund eins og við höfum í gær og við höfum möguleika að krefja stjórnvöldum eitthvað. Ef við erum bara að vona að eitthvað verið gott og grípum ekki til aðgerða, þá er vonin slæm. En þá auðvitað ekki við fólk á Gaza sem að hefur enga möguleika á að grípa til neina aðgerða og gera neitt. Fjölnir, það var náttúrulega oft vísað til Suður Afríku. Þar var svona líkil setning í baráttunni að þeirra var bætt við vonina in our lifetime. Þá erum við ekki að einhver tíman muni ástandi skána, heldur erum við að vinna að því að breyta því núna og ég að spyrja hvað væntingar eigum að hafa hvernig þetta slökkva á þjóðarmorði sem svolítið furðulegt ef þið pælið í því. Með þessi að byrja þetta fram að er möguleiki á að það sé hægt að slökkva á þjóðarmorði sem í gangi í heiminum. Rúanda þá sögðu menn þetta var bara gengið yfir áður við vissum. Í Þýskalandi sögðu menn við vissum ekki almennilega, en við vitum allt þetta. En við höfum dæmi frá Rúanda, Sierra Leone, Suður Afríku og mörgum löndum svona að þetta hefur verið gert og það er prósess til að sætta þjóðina og svona, hvað getum við sagt, svona dómstólar þar sem þú játar að sektin að þess að vera dæmdur. Þannig að við höfum alveg svona hvernig á að gera þetta til að stoppa þetta og ég veit alveg bæði í Ísrael og Palestínu alls konar samtök sem að reyna að reka skóla með börnum og líkum upprum og reyna saman á þjóðina. Þannig að það alveg fólk innan Ísraelsríkis sem vill þetta stoppi og auðvitað verðum við að binda dálítið vonir okkar við það. En ég hef stundum tekið dæmi þetta, mér finnst stundum Ísrael sé svona, þetta eins og Bretar hefðu bara gert loftar og svo Londonderry, af því það var IRA. Og það hefði okkur þótt fáránlegt. Þú gerir ekki loftar og svo blokka því það einhver óvinniðinn í kjallaranum. Það meira það við skiljið Londonderry eftir sem rústir einar. Já, en það hefði aldrei komið til greina. Það verið að takast á við hryðjuverk mörg ár og sprengjur í London og allt saman en það beitt annar aðferð. Það er ekki bara hreinsuð út írska þjóðin. Þannig að við sjáum alveg fáránleikan í þessu, við getum alveg séðan En ég held bara, við verðum haldið í vonina vegna þess, þetta hefur alveg tekist í heiminum. Það hefur alveg tekist að sameina þjóð, það tókst að sameina Suður Afríku og mörg önnur Afríkuríki, þannig að þetta alveg hægt. En þú getur heldur ekkert verið í friðarsinni nema von alltaf. Það bara þannig. Svona við endum við þér, hvernig linnir þessu? Það bara mjög góð spurning. Bretar náttúrulega á 19. öldinni reyndu með manngerðri hungursneyð að útrýma írsku þjóðinni, þannig að þeir voru svo sannarlega viljugir til þess að reynda. Röktu stóra hluta innan til Ameríku. Og Ástralíu. En ég sammála þér með söguna af 20. öldinni, það hefði væntanlega því að ekki verið vel tekið svona alþjóðavísu ef þeir hefði verið bara að sprengja almenna borgara í Írlandi. Þú, Gunnar Smári, þýddir að með minnir ljóðum daginn eftir Charlotte Delbo sem var franskur kommunisti, var í útrýmingabúðum. Ég las, maður mér var einu svona að kenna út í Bandaríkjunum helfrina og ég las hana og Primo Levi og það var eitt af mikilvægasta sem ég hef gert í minni svona sjálfsmenntun og það ótrúlega saga til dæmis í þessari bók sem ég las eftir hana Delbo þar sem hún í útrýmingabúðunum hún hafi verið í Auschwitz en ég man það ekki alveg, ég best afsökulega því. Og hún og vinkonur hennar eru þarna því þær hafa verið sendar saman þessi andspyrnu hópur og vinkonur hennar fer með hana inn í svona dauðaherbergi þar sem að fólk sem er við það að deyja því að það er ein vinkona þeirra að deyja því sem næst liði lík og vinkonan segir Charlotte Delbo að kissa þá sem að deyja og þetta ótrúlega lýsing sem að þeir sem að hafa lesið hana held ég munu aldrei gleyma hryllingnum því að vera manneskja þar sem að fólk getur lent í hvernig kemstu yfir svona hluti eins með Primo Levi bók hans af dvölinni í Auschwitz þetta er bók sem allir eiga að lesa og við ættum að láta börnin okkar lesa þessar bækur vegna þess að hvernig kemst manneskja yfir það að hafa gengið í gegnum svona skelfingar sem að jafnvel þó við lesum þær við getum samt ekki skilið og þetta það sem að gerast fyrir fólki í Palestínu, það ekki verið að smala þeim í gasklefa en þau eru lokuð inni og þau komast ekki út það verið að myrða þau og það verið að stunda á þeim þjóðarmorð, það þýðir bara viss hlutur þó það það sem verið að
gera. Og það er auðvitað skelfilegt fyrir okkur sem að viljum einmitt trúa því að veröldin geti verið öðruvísi en hún að þurfa að horfa upp á þetta í beinni útsendingu, lítil börn, flýjandi eldin sem búin að gleypa foreldra þeirra, börn einmitt sem verið að amputera án deyfandi lyfja og svo framvegis, blaðamenn sem eru markvisst slátrað, heilbrigðisstarfsfólk sem markvisst tekið af lífi og svo framvegis, og það ekkert gert. Og stjórnvöldin okkar og vestræn valdastétt kemur einmitt aftur og aftur fram, segir þetta sé leiðinlegt en gerir ekkert. Hvað þýðir þetta? Ég meina, hvað þýðir þetta fyrir okkur? Hvað þýðir þetta fyrir okkur sem bara lífræði, hvað þýðir þetta fyrir okkur sem manneskjur að þurfa einhvern veginn að tróða sér í heilan á okkur og geta ekkert gert. Þannig að það er mjög erfitt að vera með einhverja von í aðstæðum eins og þessum, en sem betur fyrir þá samt vonin bara eitthvað svona sem að Guð væntanlega setti inn í okkur til þess að láta okkur ekki gefast upp í erfiðum aðstæðum vegna þess að við getum ekki öll gefist upp, þannig að þá náttúrulega gerist ekkert. En það er erfitt að vona og ég hef litla sem enga akkurat von til þess að vestræn valdastétt geti gert eitthvað vegna þess að hvað ætlar hún að gera ef hún ætlar að gera eitthvað, hún þá ekki búin að því, en ég ætla samt að vona það og ég ætla samt að vona að fundurinn í gær gera það verkum að íslensk valdastétt geti ekki lengur litið í speilin á morgnana og látið sem þetta sé ekki neitt sem að koma henni við. Ég ætla að vona það. En hvort að það gerst eitthvað, ég trúði ekki fyrir ég sé það því meður. Ég setti inn í morgun endursögn á ljóði eftir Primo Levi að því að til þess að skilja þetta tíma þá gott að hlusta á þau sem að lifðu helförina á sín tíma og hvernig þau horfa á heiminn, sem heitir Söngur þeirra sem að dóu til einskis eftir Primo Levi. Það sem að hann sittist niður og semjið hvernig sem ykkur þóknast gömlu silfur yfir. Við munum loka ykkur inn í Glæsuhöll og hann að segja að það bara, nú verður við að loka fólkið inni og það verður að semja sættir og frið fyrir börnin okkar og börnin ykkar og þar undir göttunum. Ef að ykkur á leið Facebook og getur að lesa þetta. En kæra þakkir fyrir að hafa komið hingað og ræða með þessi mikilvæga mál. Hólfríður, Arnfríður, Auður, Fjölnir og Sólveig Anna. Takk fyrir. Nú ætlum við að hafa örstuð hlé og svo kemur hann Sigurjón bróðir minn og hann ætlar að fara með mér yfir eitthvað í pólitíkinni eftir augnablik.